another brick in the wall. Oh no, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thoughts control. No docks and castle in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Komið sæl og verið velkomin með okkur til Grindavíkur og erum hérna á fjörugum föstudegi hjá útgerðarfélaginu Þorbirni og fjöldi fólks hérna, Grindvíkingar og fleiri góðu gestir að fá sér fisk og franskar, en við ætlum aðeins að spurja þá sem að vita meira þetta mál, Eiríkur Óli Dagbjörnsson, útgerðarstjóri frystiskipa hjá Þorbirni. Hvað í gangi hérna? Þetta árleg veisla í bænum sem kallað fjörugur föstudagur og við erum að taka þátt núna í 5. skipti og þegar við vorum beðnir að taka þátt þá kom þessi hugmyndum, bjóða bara upp á Fish and Chips því að mjög stór hluti af fiskinu sem við veiðum og vinnum fer í þennan þjóðarétt þeirra Breta og þetta hefur bara tekið svo vel að þetta hefur bara undið upp á sig og við höfum ákveðið að halda áfram, virkilega gaman. Þið eruð að fá hérna Bretana bara upp á klakan til þess að koma og gera þetta og hérna með fisk og franskari. Þeir eru bara elda onni í mannskapin. Það bara þannig. Og þetta var svolítið fyndið sko, þegar þessi hugmynd kom upp að þá sem sagt ákvað ég að tala við svona einn af okkar stærstu kunnum, einstaka kunnum í Bretlandi. Hann kaupir af okkur hátt í 200 tonn af flökum á árið þessi. Þá rekur yfir 40 staði á Londonsvæðinu aðalega. Og ég fór að spyrja hvort hann ætti ekki bara einhvern svakalega flott holiday handa mér og svo sagði hann í viðtalið seinna þar sem hann tekið hérna sko að hann hefði farið að reyna að kenna mér þetta en hann hefði séð strax að það var alveg vonlaust og hann ákvað bara að koma sjálfur og gera þetta. Og hann er að koma hérna í 5. skipti, fyrst með syni sínum sem rekur fyrirtæki með honum og síðan þá hefur hann alltaf tekið með sér 2 svona framkvæmdastjóra frægara einhverjir sem og hann notar þetta svona sem hvataferðir, þannig að það er alltaf mikið spenna hjá honum hverjir fá að fara til Íslands í ár og við reynum svona að trýta þá svolítið, fara með þá í lónið og út að borða og þeir stoppa hérna svona frá 5. degi og fram á laugardag og bara virkilega gaman. Hann ótrúlega segur kallinn og mikill metnaður í honum sko. En Fish and Chips, þetta svona þjóðaréttur getur við sagt Englendinga og Breta. Grindvískur fiskur út allt í London og England? Já, klálega, út allt England sko. Stærstu hluti af þeim þorski sem við vinnum á frystitogurunum fer til Bretlands og að langmestu leyti í þennan þjóðarétt þeirra sko. Þannig að og ekkert lát á? Vinsælt á? Nei, ég held að sé frekar að aukast af eitthvað sko. Þetta alveg gríðarlega vinsælt sko. Þetta svona svolítið þeirra skyndibiti en ég held aftur á móti hérna á Íslandi hefur þetta nú bara verið að þróast töluvert og verða vinsælt bara sem bara flottur matur sko. Og það mikið fjör hérna hjá ykkur og hérna Grindvíkingar að koma saman og fleiri fyrirtæki hérna að bjóða upp á eitthvað fjör? Já, og bara okkar kunnar og við reynum bara að auglýsa þetta sem víðast og fá sem flesta til okkar og auðvitað bara Suðurnes sem menn alla og alla sem vilja koma. Nema þá úr hann að Keflavík eða ekki? Við auglýstum í Víkurfréttum. Ok. Hér Sigurbjörn, bróðir hans mættur aðal söngvari hljómsveitarinnar og það eitt svona partur af fisk og frönskum, það að vera með músík líka, lifandi. Já, Eiríkur bróðir eiginlega startaði því á sínu tíma held ég, því að við náttúrulega erum í bandi, Bítlabandi, sem hefur reyndar ekki spilað núna í 2 ár í dag. Við spilum síðast fyrir 2 árum hérna. En heyrðu, þú nú syngja flestar lögin hérna, en bróðinn, hann nú eitthvað liðtækur líka við hljóðnemann. Þetta er náttúrulega bara besti bara Bítlasöngvari allra tíma. Já. Og sérstaklega 2 númer sem hann algjörlega með á hreinu og hann ætlar að taka annað þeirra núna. Heyrðu, þið ætla að koma og halda áfram og við bara
þökkum fyrir okkur og mjög gaman að vera þetta með ykkur. Við ætlum eitthvað að halda áfram að vera þetta. Ef ég semst þekki hann rétt, þá held ég að hann muni telja inn í lagið. Já, bara ef ég þekki hann rétt. Upp á svið. Takk fyrir. Það er trygging.